Velkomin. Þið eru mætt á kaffistofuna sem þáttur sem alfarið helgaður launafólki í landinu afkomu þess, líf, kjör, réttindi, líf og líðan. Í kvöld ætlum við að tala þá byltingu sem varð á íslensku vinnumarkaði þegar hér streymdu inn þúsundir útlendingar til að vinna. Þetta var í góðærinu fyrir hrun á árunum 2004 til 2008 sirka bát og menn eiginlega á Íslandi vissu ekki sitt rúkandi ráð, voru ekki undir þetta búnir og það var eiginlega mjög skrítið ástand skulum við segja. Íslenskur vinnumarkaður var þarna allt í einu orðinn hnattvæddur. Til að ræða þessi mál eru komnir hér verkalýðsforingjar sem fylgdust og tóku þátt í þessu alveg frá grunni, öllu því sem þessu fylgdi og voru í mjög miklum tengslum við grasrótina. En þetta eru þeir Vilhjálmur Birgisson sem formaður verkalýðsfélag Akraness og Aðalsteinn Árni Baldursson sem formaður Framsýnar á Húsavík. Velkomnir. Takk. Ég ætla að beina orðum fyrst í þín, Vilhjálmur, og ég ætla að biðja þig að lýsa þessu ástandi og hvernig þetta breytti þínum störfum. Já, þegar að þú hafði nú samband við okkur Aðalsteinn að rifja þessa tíma upp því að þessi tími þarna þegar að frjálsa flæði verður, lögunum í raun og veru breytt þarna 8. apríl 2006 og þá bara opnuðust hér allar flóðgáttir ef að þannig mátti orði komast og hingað streymdu þúsundir erlendra verkamanna inn í landið. Við vorum á þessum tíma ekkert undirbúin. Við vorum ekki tilbúin til að taka við þessum gríðarlega fjölda sem að hingað streymdi inn í landið. Við höfðum ekki húsnæði handa því, fólkið var ekki undirbúið varðandi sín réttindi og því miður á þessum tíma þá var bara stór hópur atvinnurekenda sem að var beinlínis að misnota sér þessar aðstæður sem að þarna sköpuðust á íslensku vinnumarkaði varðandi þetta frjálsa flæði. Ég man eftir því að þegar að það verið að ræða þessi mál á Alþingi þá sendum við umsagnir inn til Alþingis og vöruðum við því að heimila frjálst flæði strax í upphafi með þessum hætti svo tilstóð að gera og ástæðan var einfaldlega svo að við óttuðust hvað myndi gerast vegna þess að við vorum ekki tilbúin. En það sem að gerist síðan í framhaldinu af þessu öllu saman að þegar við fáum þennan gríðarlega fjölda hér inn til okkar inn á íslenska vinnumarkað að þá gerist það eins og ég nefndi áðan, þá eru óprúttnir atvinnurekendur mjög víða sem að nýttu sér þessa stöðu sem upp var komin og við fengum, og ég held að Aðalsteinn þekki þessa sögu jafnvel og ég, við fengum tugi mála inn á borð okkar á fyrstu mánuðum og 1, 2, 3 árum eftir að frjálsa flæði var heimilað og sum dæmin voru svo ljót að það vart að hafa orðið á því. Segðu okkur frá þessu. Já, dæmin sem að rötuðu mikið í fjölmiðla og þeir sem að horfa á geta googlað upp þessa sögu eða bara slá inn leitarorðanum Spútnikbátar Vaff-LFA eða Hótel Glimur Vaff-LFA þá koma nokkur dæmi upp. Þarna var verið að brjóta svo illilega á fólkinu að það var með alveg niður í 300 krónur á tíman sem var langt undir öllum þeim lágmarkstöxtum sem voru í gildi í þessu máli sem að lauta Spútnikbátum sem að ég fekk mjög fljótlega inn á borð til mín. Þar voru erlendi Pólverjar sem voru látnir vinna 300 klukkutíma, takið eftir 300 klukkutíma og voru með á þessum árum 77.000 krónur í heildarlaun. Fengu enga yfirvinnu, voru síðan í ósamþykktu iðnaðarhúsnæði sem hélt vatnin í vindum. Svona voru dæmin sem að dundu yfir stéttarfélögin á þessum tíma
en því miður var græðgin svo mikil að ég held ég vilja nota orðið auðvaldsins ef að þannig má orðið komast, því að atvinnurekendur og samtök atvinnulífsins og sumir stjórnmálamenn, þeir sáu sér mikinn hag í því að galopna landið þó við værum ekki tilbúin. Ég algjörlega hlynntur frjálsu flæði verkafólks á milli landa, en það algjört lágmark að við sem þjóð séum þá tilbúin til að taka við þeim mikla fjölda sem að hingað kom. Á þessum árum það voru þetta bara 20-25.000 manns sem komu á íslenska vinnumarkað og það var ekki einu sinni til húsnæði handa öllu þessu fólki. Og það sem var verið að misnota sér bága stöðu þessa fólk sem var að koma mikið frá austurtjálsþjóðunum, það var ömurlegt að verða vitni að þessu, hvernig var verið að misnota þetta fólk. Þessi ekki lokið, þetta ennþá svona í dag, þótt að dæmin sem að við fáum núna inn á borð til okkar séu ekki jafn hrikalega ógeðfelld eins og þau voru þarna á þessu fyrstu árum sem að frjálsaflæði var heimilað. Já, Aðalsteinn, sko, nú heyrði maður það að menn voru bara blóðugir yfir axlir að taka á málum sem spruttu upp út af þessu. Og ég þykist vita að þú hafir þarna bara breyst í eiginlega sálfræðing og félagsráðgjafa og ég veit ekki hvað lýstu þessum verkefnum sem þú þurftir að taka á því því að fólk hafði engan annan. Já, ég takk fyrir að bjóða mér inn að þátt og ræða málefni, því að það hefur tekið mikið toll af mér í gegnum tíðina og verið mikið svona inn á borði hjá mér, og ég veit fara aðeins aftar vegna þess að ég var svo heppinn og svo gefandi að ég var fulltrúi Starfsgreinasambands Íslands í stjórn Nordisk Union sem var systur samtök okkar á Norðurlöndunum og þar á meðal í Færeyjum, þar sem að þeir sem hefur verið með fólki sem var að vinna hjá matvælafyrirtækjum í matvælaframleiðslu var með sameiginlegan vettvang þar sem við vorum að fara yfir svona málefni landana og verkafólks og milli landa, löggjöf og annað, og ég satt þarna mitt fyrir þetta í kringum 2000 og þá var maður að sækja þessa fundi út og þar var maður að skynja þetta sem við kom svo yfir okkur nokkrum árum síðar, það að segja að þar voru að lýsa því hvernig var að fara illa með fólk. Það var Pólverjar og aðrar fólk á öðrum austantjalsríkjum voru að koma til Noregs og Svíþjóðar og Danmerkur og þar voru menn gerðir út, sváu bara í bílum og voru gerðir út, þeir fengu ekki laun, heldur fengu bara rétt til að geta lifað og borðað og peningarnir voru teknir að þeim og sendir til heim til Póllands og þá einhvern veginn hélt maður þetta myndi aldrei geta gerst hjá okkur í Íslandi, þetta var eitthvað svona fjarlægt, en svo gerist það eins og þið eru bæði að lýsa að upp úr 2006, 5-6 þá fer að bera því að menn fara að nýta sér þetta, það að segja atvinnurekendur og flytja inn mjög ódýrt vinnuafl í gegnum starfsmannaleigur. Og við skulum líka hafa það á hreinu að löggjafinn á Íslandi, hann hefur aldrei unnið með okkur í því að stoppa þetta stóra gat. Þegar maður hefur rætt við stjórnmálamenn þá hafa þeir talað fyrir því að þyrfti að taka á þessu í gegnum tíðina. Ég held að megi segja það í sjálfum sér, það ekki fyrir að það tekin ákveðin breytt lögum varðandi keðjuverkun og annað sem loksins tekið á einhverju. En þarna vorum við að vorum frá fyrstu tíð þegar við verið að glíma við alls konar mál og það alveg rétt hjá þér að maður hefur gengið í gegnum það að hafa verið njósnað sem verkalýðsforingja frá starfsmannaleigu út í Bretlandi og mér hefur verið hótað bara að ég í drepinn ef ég get ekki ákveðna starfsmannaleigur í friði. Þannig að maður með allan hann að pakka og geta alveg sagt hann eins og ég segi stundum í einhverja ævisögu. En það rétt hjá þér líka sem komst inn á að þegar við fórum að skynja þennan stóra vanda þá tók við svolítið málin í okkar hendur varðandi það að sinna þessu einstaklingum því að hingað til dæmis komu bara strax veruleg fjöldi fólks og strax þarna í kringum 2006 og síðan eru tölur til frá 2011 þar sem hér einhverjum 190 íbúar sestir að frá erlendis frá en svo aftur 10 árum seinna þá voru 740 sem var sest að utan alla sem hafa komið og farið og við settum hér upp og fórum í
gerðum svona áhugavert verkefni sem var með sveitafélaginu Norðurþing og með félagsmálaráðuneytinu. Jóhanna Sigurðardóttir var tilbúin að styðja við bakið á okkur og settum á stað verkefni sem við fengum ákveðna viðurkenningu fyrir sem var samvinna og ábyrgð í málefnum innflytjenda. Þá vorum við í því auk þess að sinna okkar störfum að verja réttindi fólks. Það var þá bara annað að það var bara hreinlega að það kom fyrir að menn féllu frá og það þurfti aðstoð við það. Það voru náttúrulega skilnaðir og það var að leita sér læknisaðstoðar og það var bara allt milli himins og jarðar sem við vorum konur í að hjálpa þessum einstaklingum sem komu hingað atvinnuleit og margir hverju voru náttúrulega og ansi stór hópur var bara blektur og ég sá einmitt hér daginn viðtal við konu sem kom hingað 2006. Hún var þá lýsaði þegar hún kom að vinna hér í fiski á Húsavík og allt í nú kom einhver formaður í verkalýðsfélag og sagði að það væri verið að fara illa með að svíkja þau og þau áttu sig á þessu í fyrstu en svo þegar það var búið að gera grein fyrir hvað var í gangi þá áttu sig á því að þau voru bara þrælar. Þetta var þá hópur sem hafði komið frá pólskri starfsmannleigu til Íslands til að vinna hér í fiski og þau uppgötvuðu þetta og hún sagði því miður ákveðin hópur lagði niður vinnu meðan aðrir þorði ekki vegna þess að þau áttu jú sína fjölskyldu heima í Póllandi og þorðu ekki að bregðast við með því að leggja niður vinnu eða hreinlega bara gefast upp og fara heim aftur. En við komumst í gegnum þetta og gerðum kröfu á íslenska fyrirtæki að hafa þetta í lagi og það endaði þannig í þessu tilviki. En sögurnar eru margar og ætti að segja frá mörgum. Já, einhvern tímann áttu við gott spjald fyrir dálítið löngu síðan og mér svo minnistart þegar þú sagði mér þetta að þú hefði þurft að aðstoða við eða þú bara gerðir það að þú sem á frjálsum vilja að aðstoða við útfarir að fylgja fólki á sjúkrahús og mér þótti dálítið merkilegt sem þú sagði mér einhvern tímann að ástæðan fyrir því þetta voru svo mikið vandræði fyrir útlendingana að komast á sjúkrahús það var vegna þess að það skildi ekki leiðbeiningarnar. Er þetta ekki rétt? Jú, þú ert að rifja það því að hann bara gluggan á mér að hvort það var kvöldi til að mótni til að laugardegi eða föstudags eða einhvern kvöldi það var helgi. Það var bankað og af einu mínu skjólstæðingum sem var á leiðinni inn á Akureyri með vinkonu sína á gjörgæslu vegna sem leið svo illa og hafði farið hér upp á sjúkrahúsi og ekkert skynja hvað þetta fara inn eða neitt í allt ára íslensku og það endaði með því ég tók upp síman og þessi einstakling var komin undir læknishendur held ég eftir einhverja 5 mínútur. En eftir þetta fór ég og gerði mig það umræða efni að við værum eitthvað seint til vegna þess að sjálfsögðu yrðum við að merkja helstu stofnanir og þjónustu sem menn var að segja á öðru heldur bara íslensku og það var gert gangskur í því og það líka annað í því sem er gaman að segja frá í dag að ég var beðin að koma og vera með fyrirlestur þetta, hvað við vorum að gera víða land, í flestum landsfjórðungum og ég fór lengst til Vestmannaeyja, þar sem það var bara með svona sveitarstjórnarmönnum, prestum, lögreglunni, Rauða-krossinum og öðrum og til þess að bara útfæra okkar hugmynd svona á landsvísu og sem vakti athygli. Já, og Vilhjálmur, kannt þú einhverja svona sögur líka? Var eitthvað svona, mér skildist að þið hafið sem stóðu svona nálægt grasrótinni, hafið raun og veru þurft að svara símtölum á öllum tíma sólarhringsins og liðsinna ykkar félagsmönnum. Lendir þú einhverju svona svipuð eða einhverju önnur dæmi svona sem að var beinlínis ekki það sem þú fékkst við venjulega? Ég held að við í verkalýðshreyfingunni þekkjum öllu svona atvik þar sem að við fengum þetta ágæta fólk í fangið vegna þess að við vorum óundirbúin. Við vorum svo lánsöm hér á Akranesi að hér var ráðinn mjög fljótlega pólskur læknir. Þetta talaði máli þessa fólks þannig að það létti óbóðslega á vandræðanum sem að laut að heilbrigðisþjónustunni því að Pólverjarnir þeir leituðu eðli málsins samkvæmt til þessa pólska læknis sem var ráðinn hér á heilsugæslustöðina, hjálpaði okkur mjög mikið hvað það varðar. Jú, það eru fjölmörg svona dæmi. Mér minnist eftir við fórum, ég ásamt samstarfskonu minni og hittum hér fólk sem var að vinna á hóteli hér rétt fyrir utan hérna í Hvalfirði. Við bönkuðum þar upp á vegna þess að við fengum ábendingu frá Póllandi, takið eftir, við fengum sendingu frá Póllandi þar sem að okkur var bent á það að það væri verið að brjóta á þessu fólki
og eftir að við vorum búin að láta þýða þetta bréf þá var nú bara ákveðið að renna bara upp yfir og taka húsa á þessu fólki og athuga hver staðan væri. Þá kom náttúrulega bara sannleikurinn í ljós. Það var verið að fara virkilega illa með þetta fólk og við unnum í því máli eins og kostur var, og ég man eftir því að á fyrstu 2 árunum að þá voru þetta vel á 2 milljóna sem við vorum búin að innheimta vegna kjarasamningsbrota bara vegna fólks af erlendum uppruna. Og þetta eru stórar tölur á þessum tíma og sko það sem að gerðist líka þegar að þessi miklu fjöldi kom inn í landi var að markaðslauna kerfið okkar. Ég ætla ekki að segja það við hrunið, en það féllum svona 20-30% á örfáum mánuðum eða svona 1-2 árum, því að svona 2004-05 þekktist í raun og veru ekki að það væru margir að taka laun eftir lágmarkstöxtum. Það bara eiginlega þekktist ekki. Það voru allir nánast með einhvers konar yfirborganir. En þegar að þessir atvinnurekendur fengu síðan þetta tækifæri til þess að fá þetta fólk til að sinna hinum ýmsu störfum, þá dugði það þeim ekki einu sinni það að uppfylla lágmarkskjarasamninga, heldur þurfti í mörgum tilfellum að þverbrjóta á þessu fólki til viðbótar því að borga þeim bara lágmarkslaunum. Og í sumum tilfellum vantaði alveg upp undir 50% upp á að það væri verið að uppfylla lágmarkskjör á íslenskum vinnumarkaði. Og þetta mér algjörlega óskiljanlegt hvernig þessi fyrstu ár voru bara í raun og veru eins og blóðugur vígvöllur í upphafi, og ég vil ekki hugsa það til enda ef að verkalýðshreyfingin hafi ekki verið til staðar fyrir þetta fólk, því að ég fullyri það að langflest félög reyndu að gera allt sem í þeirra valdi stóð til að standa með þessu fólki og verja það eins og kostur væri. En hvað með, sko, nú vitum við í dag að það ekki hægt að kalla þetta neitt annað en glæpastarfsemi. Það vitum við. Hvar voru eftirlitsstofnanir, stjórnvöld? Hvað aðsteig? Ég get alveg sagt þessu að þegar stundum hefur verið gagnrýnt á þingi. Ég heyrði nú einn ágætan ráðherra að tala um það, tengdu Sjálfstæðisflokknum að þetta ekki að fjölga opinberum störfum, en ég hef sagt það og stendur það að það sko á að fjölga opinberum störfum, til dæmis sem tengjast skattinum og eftirlitinu, vegna þess að það búið að vera að stela sko 20 milljarða á hverju ári í skatta, og það ekkert gert til þess að elta upp í þessa bóa. Sem eru þá fyrirtækin, fjöldið á fyrirtækin. Ég að tala um fyrirtækin, það liggur alveg fyrir að ríkisskattstjóri og fleiri hafa talað fyrir því að hvað verið að stela miklum peningum. Ég man eftir að fyrir 2-3 árum þá man ég það að þetta var sama upp á ári eins og kostaði að byggja hér Vestmiðjuna á Bakka og Heystæðareykjavirkjun annað hvað menn töldu væri stolið undan sköttum, og ég man eftir að þeir eitt árið var það þannig að ríkisskattstjóri fór á stað og var með átak og meðal annars í okkur og hér á Norðurlandi, og þeir gáfu okkur upp hvað þeir hefðu náð, og það var sko vel fyrir laununum og rúmlega það, hvað þeir hefðu náð bara í fjármuni, í skattpeninga með þessu eftirliti. Og það eftirlitið á Íslandi hefur gjörsamlega brugðist hjá þessum stofnunum sem eiga að sjá þetta, og því miður hefur þetta lent á verkalýðshreyfingunni sem hefur mörg hver réðu sér eftirlitsfulltrúa sem hafa verið hrullu starfi hjá stéttarfélögunum og í hlutastörfum líka, við það bara að eltast við þessi fyrirtæki og gera reynda skattinum grein fyrir því hvað verið að brjóta, en bara löggjafinn algjörlega að klikka, og ég margsins búin að benda þingmönnum á þetta og ráðherrum að það þarf að taka á þessum
þessum þáttum með hertu eftirliti. Því miður bara ekkert, fara menn ekkert í það. En Vilhjálmur, sko, þorðir þú í þessu öflugu glæpa fjölþjóðafyrirtæki sem stóð í þessum brotum, þorðuðu í þau? Já, maður lét vaða í þetta og ég fékk nú svona hótun eins og Aðalsteinn var að nefna hérna áðan. Hún var á þá leið að það var aðili sem var með erlenda starfsmenn sem sagðist vita hvar ég ætti heima. Það var nú það sem hann notaði á mig, hann vissi hvar ég ætti heima og ég tók þetta náttúrulega bara sem beina hótun. Já, yfirleitt voru þetta náttúrulega íslenskir aðilar sem voru að leigja þessa menn af starfsmannalegum og þar að leiðandi voru þeir ábyrgir fyrir því að vera að brjóta á fólkinu. En það er alveg rétt sem Aðalsteinn sagði áðan að löggjafinn þarna á þessum fyrstu árum sérstaklega varðandi lögin starfsmannaleigur og annað slíkt að löggjafinn brást algjörlega í því að tryggja það með afgerandi hætti að þessi fyrirtæki kæmust ekki upp með að misnota fólkið með þessum hætti eins og var verið að gera. Því miður að þá tók löggjafan langan tíma að skerpa betur á lögunum. Ég reyndar til að, með keðju ábyrgðinni þetta orðið mun skárra, en því miður mætti að mínum dómi skerpa löggjöfina enn betur til að tryggja með afgerandi hætti að atvinnurekendur komist ekki upp með að brjóta þessu fólki með þessum hætti svo verið að gera. Það er líka verið að brjóta á Íslendingum, það er nú bara einfaldlega þannig. Þess vegna höfum við í verkalýðshreyfingunni talað mikið fyrir því að beita hér fésektum og einhverjum alvöru refsingum gagnvart lögbrotum, launaþjófnaði og öðru slíku þar sem hægt að sanna það með afgerandi hætti að ásetning sé að ræða. Vissulega kom alltaf upp dæmi þar sem misskilning getur verið að ræða hjá atvinnurekanda, hann áttar sig ekki á því hvernig á að reikna út launin eða hvaða kjarasamningsgreinar eru í gildi á hverju tíma fyrir sig, en við erum líka með harðsvíraða atvinnurekendur sem víla sér ekki fyrir sér að stela af fólkinu og við þurfum að koma böndum yfir þessa atvinnurekendur og það þarf að vera hægt að beita einhverju refsiramma og fésektum gagnvart þeim. Líka aðeins að ég má hérna Katrín, það sem að viðbóti þetta, það er líka það er svona hylja slóðina, stundum við talað um peningaþvætti, þá er það þannig að það er eins og við vorum að höfðu verið að skynja í gegnum tíðina, sérstaklega þegar stórframkvæmdir eru í gangi að þá kannski þá er ákveðin verktaki sem tekur að sér verk, þannig að allir að byggja stórt hús, sá fær fyrir það einhverja peninga, hann ræður annan til að sjá að byggja húsið og sá semur svo 2-3 til að byggja húsi fyrir sig sem hann að byggja fyrir annan, sem svo að byggja fyrir annan og þannig fer þetta niður og ég hef verið með kannski niður í svona 5., 7., 7. lag þar sem að þetta verið orðið svo útþynnt að fyrirtækin hafa bara verið með þræla í vinnu og það er náttúrulega átakanlegt þegar maður fyrir framan fátaka austur-evrópska verkamenn sem biðja mann að gera ekki neitt, það sé rétt, þeir fái varla að borða því að þeir fái ekki neitt laun en bara rétt svo með einhverja smá dagpeninga sem að séu varla neitt, því að ef ég fari í málið þá sé fjölskyldu þeirra í hættu þeirra heimalönd. Maður bara beðinn að gera ekki neitt. Það er oft erfitt að standa fyrir framan menn sem eru þetta hræddir og það að það verði bara gengi í skrokk á þeirra fjölskyldum heima ég er bara í Austur-Evrópu, þetta eru flest málum sem við erum með eru í Austur-Evrópu og líka bara, ég meina, svo líka annað sem við höfum ekki komið inn á er það að svo því miður hefur oft verið þannig með þessu undirverktaka sem er að koma til landsins að þeir hafa ekki verið með starfsfólkið sitt nægilega tryggt og hér hafa menn verið jafnvel fluttir úr landi fá sjúkri því að það verið of dýrt að láta að vera á Íslandi undir lækniscentur hér og menn hafa farið svarþjáðir úr landi og þá hefum við reynt til dæmis, ég hef nú búin að gauka nokkur nafnspjöldanum frá mér
með viðkomandi aðilum því eins og þegar ef þetta er gest okkar svæði og þá hef ég gert það og það hefur oft skilað góðum árangur því að aðstandendur aðrir hafa haft samband og það eru alls konar mál sem kom upp bæði það að menn hafa ekki fengið laun, sko veikindalaun, slysalaun og menn hafa hreinlega verið reknir eftir að hafa orðið fyrir stór slysum þannig að menn hafa bara staðið á götinu eins og ein ung kona, dóttir eins manns hringdi í mig, sendi mig fyrir netpost og sagði að nú ætti að bera þau út því að þau ætti ekki fyrir leigunni því að þeir neituðu að borga pabba hennar laun fyrir slys sem hann var fyrir hér við vinnu við byggjun á virkjun og þau var út á götinu. Ég fór í máli og sem betur gat séti þess að viðkomandi fékk ákveðna tryggingu greidda þannig að það var fallegt bréf sem maður fékk tilbaka frá fjölskyldu sem átti að bera út í Póllandi. En þarna náði maður fyrir það mál en ansi mörg mál nærmaður bara ekkert að klára, það var ekki hægt. Nei, sko við erum í rauninni að tala ekki bara launaþjófnað og slæma meðferð, við erum að tala mansal, við erum að tala vændi, við erum að tala þrælkun, vinnuþrælkun, þannig að þetta er mjög alvarleg mál og maður man eftir þessu þegar þetta kom upp á sínum tíma, að svona var þetta. En Aðalsteinn, ég ætla að spyrja þig að því sama og ég spurði Vilhjálm, þorðir þú í þessi glæpafyrirtæki? Já. Ég held að ég er bara svo mikið sveitamaður að ég bara trúi bara að sé ekki til neitt vont í fólki en ég er búin að koma að stöðja að svo er. Það er til að, ég er með alla þessa flóru og ég einu sinni var nú sagt mig þegar ég var að vinna ákveðnu verkefni þar sem var fjöldi verkamönnum frá undirverktöku sem voru að vinna hér í framkvæmdur og Þeistaríkjum að þar stóð ég upp í háruna á stjórnendum og eigendum og þar var fullur salur verkamönnum og svo ég gekk út. Það var rifist en ég hafði leyfi til þess að fara hann inn hjá íslenska verktakanum sem var að byggja þessa stöð og þegar ég kom út þá spurðuðu mig að því mennir hvernig þorður þessu. Ég segi af hverju átti ekki að þora þessu. Fyrir mér var þetta bara svo íslensku vinnustaður en hjá þeim var það ekki þannig því að ég er látið hverfa þetta var bara þannig ástandi var bara þannig en ég slapp í gegnum það en ég sagði þessu sem áðan að ég hef fengið morðhótanir fyrir mín störf frá erlendum eigundum á þessum starfsmannlegum og ég sagði líka að það hefur verið njósnað mig vegna þess að það gerðist nú þannig að það var mér á hóta vegna þess að hér var að koma hópur til starfa í ákveðinni árstíðabundinni vinnu og ég ger alveg athugasemd við það því ég sá að þarna var bara verið að fara illa með einstaklingana og ekki greiða rétt kaup og þá fekk ég hringingu frá eigandanum út í London sem sagði mér það að ég skyldi láta það í friði. Hér var hæð, ég man ekki hvað nefndi fermetrana, þeir voru ansi margir, full af lögfræðingum og það er bara gengið frá því, það er bara gengið frá mér. En síðan gerist það 2 mínútur seinna þá fæ ég hringingu frá sama manni þar sem hann biður að fá fund með mér og hann sendi fulltrúa lögfræðing því að þeir vilja gera samning við Framsýn kaup og kjör þeirra sem sendir á svæði frá þeim inn á okkar svæði og ég sagði að vera bara allt í góðu. Svo kom þetta bara ágættis maður frá Svíþjóð, lögfræðingur og við áttum hér dagsfund og fórum yfir þetta og gengum frá samningi kaup og kjör hjá þessum aðilum sem komu hingað og þetta er náttúrulega fyrir allar keðjuverkan eða lögum keðjuverkun annað reglur og það mér telst til að þetta er fyrsta skiptið og kannski eina sem gerður allan fyrst skiptið sem gerður samningu við erlenda starfsmannlegum kjör starfsmann í Íslandi. Ég spurði hann að því ég náði nú að komast inn á hann ég hótun í fyrradag, núna þú mættur 2-3 daga seinna og hann sagði já, við nefnilega það var bara sett á stað að njósnum þig. Það sagði hann reyndar ekki njósna heldur skoða hver þú værir og þá komstu að því að þú værir virtur verkalýðsforingi í Íslandi og þeir voru í Víkinga ætluðu sér að ná hér framkvæmdi bæði fyrir austan og fyrir sunnan og sáu fram á það var ekki gott fyrir að fá einhverja slæma umræðu út frá þessu máli sem var hér á mínu fjálsvæði. Þannig að þeir vildu gera mig bara góðan og klára málið gagnvart Framsýn og þannig að væri gerður samningu við Framsýn og síðan þegar við handselum og göngur á þessu samningi og hann svo gangur á töskunni, skjálatöskunni og hún dett svona hliðina og úr henni koma plögg, þá allt inni voru myndir af mér og svona upplýsingar mig og ég segi, býtu, hvað er þetta? Já, það var svona aðeins farið í það að njósna þig og svona, og þá fór hann bara yfir að menn, viðurkenndi að þeir settu á stað bara skoðun á mér, þannig að,
Ég meina, þetta er vinnanmanns og maður verður bara að þola það að fá þessar hótanir, það er aldrei skemmtilegar, en ef maður ætlar að standa undir verki og undir nafni og vera í þessu starfi, þá má maður búast við því að það er ekki alltaf verið að klappa mann á baki fyrir eitthvað sem er vel gert. Þetta er hluta starfinu að fá hótanir. Já, maður sem sagt veit það að það getur verið stórhættulegt að vera verkalýðsforingi. Þeir hafa nú fengið slæma útreið, margir út í heimi og verið drepnir hreinlega. Maður veit það og fengið sögur af því. En ég var að tala áðan um þessa slæmu meðferð og vændi og mansal og þrælkun. Vilhjálmur, þú hefur náttúrulega verið í miklum tengslum við fólkið sem kom hingað til að vinna og hefur komið til að vinna og er að koma. En á þessum tíma, hvernig leið fólkinu? Það er eitt að það er brotið á því, en hvernig líður því? Hvernig líður því? Hvernig líður fólki sem kom þarna inn á vinnumarkaðinn og það sem allt var í höng og ekki búið að undirbúa neitt? Hvernig leið þessu fólki? Þetta er frábær spurning, því að ef maður hugsa bara tilbaka, því að þegar að þú ert í miðju atinu þá ert ekki almennilega að kannski að spá að því, þú ert meira að vinna í því að reyna að slökkva elda, en ég held að þessu fólki hafi liðið alveg skelfilega og við getum bara sett okkur sjálf í svona spor, að fara kannski til framandi lands og standa síðan uppi með það að þú ert háður atvinnurekandanum með húsnæði, þú ert algjörlega háður honum með það að þú fái framfærslu, þú ert líka óöruggur það hvort að verkalýðshreyfingunni og stéttarfélaginu sé treystandi. Vegna þess að það tók líka að mínum dómi töluverðan tíma að ávinna sér inn traust hjá erlendu starfsmönnum vegna þess að þeir eru kannski að koma úr þannig umhverfi þar sem að verkalýðshreyfingin er með allt öðrum hætti heldur hér á landi. Og ég held að þessu fólki hafi sem að lenti hvað verst í þessu á þessum fyrstu árum hafi liðið skelfilega. Núna hefur náttúrulega þetta að ég tel traust til dæmis sérstaklega hópurinn hér á landi. Núna er þetta fólk náttúrulega búið að læra miklu betur inn á íslenska vinnumarkað. Það er búið að læra líka miklu betur inn á sín réttindi. Það er búið að læra betur inn á það hvernig það á að nálgast stéttarfélögin og leita til stéttarfélagana. En þetta fólk sem kemur hingað í upphafi, veistu það, ég held hreinlega að það þyrfti að gera bara rannsókn á því hvernig þessu fólki leið hér sérstaklega á árunum 2006, 7 og 8. Ég held að það hafi verið skelfileg vanlíðan hjá mjög stórum hluta þessa fólks sem að hingað kom og taldi sig vera að koma hér í örugt umhverfi, en því miður voru móttökurnar, og ég vil ítreka það, alls ekki hjá öllum atvinnurekendum, því að það er ekki allir atvinnurekendur drullusokkar. Það er ekki sok. Þetta er meiri hluti atvinnurekenda reynir að koma fram að virðingu og réttlæti gagnvart sínum starfsmönnum, en því miður eru bara allt og margir drullusokkar, ef ég fæ að nota það orð, sem að koma þannig fram og setja óorð á alla. En í upphafi þá var þetta miklu víðtækara heldur að gerði sig grein fyrir, því að þarna áttuðu atvinnurekendur sig á því að þeir gátu fengið afar ódýrt vinnuafl og gátu gengið að því vísu, og mikið stórhluti þessa fólks, þetta var hörkuduglegt fólk og var að sinna sínum störfum að mikilli samvisku. Þannig að, en spurningin hvernig leið því, ég held ég verða að svara því bara að hjartans-einlægni, ég held að þessu fólki hafi liðið skelfilega. En það var nú ekki myndin sem máluð var af íslensku þjóðfélagi á þessum tíma, þegar að allt var svo æðislegt og uppgangurinn svo æðislegur og
Ísland svo æðislegt og þetta var bara og athafnamenn, Ólafur Ragnar hrósaði íslenskum athafnamönnum og útrásarvíkingum og það var aldrei talað þetta og þannig að var verið að reyna að fela þetta allt. Það var alltaf, sko, enn þann daginn í dag, sko, það þessi ákveðna glansmynd sem alltaf að mála og það er rétt að Vilhjálmur svo líka, svo var aðeins með sem að segja, það var rétt að við náttúrulega þurftum ákveðin tíma til að vinna traust hjá þessu erlenda vinnuafli sem hingað kom vegna þess að það var ekki vant í að væri svona sterk verkefnishreyfing í þeirra löndum eins og á Íslandi, þó að við Vilhjálmur deilum ofta okkar félaga fyrir það að við viljum hafa þá miklu harðar og sterkari og allt það og stéttarfélag miklu sterkari og ákveðnari en það í dag. Það einu sinni þannig að hér ansi hátt hlutfall í stéttarfélagum eða yfir 90% sem það hæsta í heiminum og þannig að menn þekka ekki þetta umhverfi. En það er rétt hjá þér að menn voru alltaf að mála Ísland svona rosalega flottri mynd og ég hef stundum hugsað til þess að þegar við erum að sjá eins og það er fálkárðan og hvað þetta heitir allt saman þessar orðuveitingar. Við erum ekki að sjá konu til dæmis sem búin að vinna í fiskvinnslu 50 ár standa þarna og fá viðurkenningu fyrir það að vera búin að snyrta einhver 1000 tonna fiski. Þetta ekki einstaklingarnir sem við sjáum í fínum fötum á Bessastöðum. Og ég bara fæ tárin á augun þegar ég horfi á hjörðina mæta hver áramót og mennir að taka móti verðlaunum en hvar er verkafólki? Hvar er þessi venjulegi Íslendingur sem þurft að berjast fyrir hverja einustu krónu gegnum tíðina og sé til þess að aðrir hafi kannski geta farið í háskólan en kannski ekki oft með langa háskólagöngu, í flestu tilfellum það þannig. Og það er rétt þegar svo nefnir líka ég gagnrýndi forseta Íslands fyrir það að koma í sjónvarpi og fara með útrásarvíkingum til Kína þar sem var að blessa hvað var verið að gera í Kína og nú var íslenski fjárfestar í fiskvinnslu farnir og ætluðu að reisa þar einhverja verksmiðjur og fara að framleiða þar gæða fisk og það var sýnt þarna inn í einhverja verksmiðju og af kínversku verkafólki sem var náttúrulega bara láglauna fólk og öll réttindi fótum tróðir og eins og allir vita sem vilja vita og það vildum þannig til á sama tíma að þá var sýning í Kringlunni eftir einhvern listamann, ljósmyndara sem voru myndir teknar af kínversku verkafólki sem hafði mist fingur, mist fætur eða hendur við störf og var svona lýsað í hvernig þetta væri ástandi í Kína en á sama tíma var glansmyndin, hvort það var Boeing þótt eða hvað það var sem fór til Kína með alla athafnamennina frá Íslandi og þar sem við ætlum að fara að gera góða hluti að þá sá maður bara átt þess að hvert erum við komið. Já, sko, ég sá það Vilhjálmur að þið langaði líka til að segja nokkur orðið þessu því að hvort það varst þú sem sagði eitthvað tíma við mig, ég ekki viss, það var einhver verkefnisforingi sem sagði við mig að glansmyndin hefði verið svoleiðis og þetta hefði verið svo brjála partí á þessum árum að annað eins partí hefði bara ekki verið haldið í öllum heiminn. Já, ég held nefnilega, sko, kjarni málsins sem maður hugsa líka tilbaka hvað samtök atvinnulífsins þrýstu rosalega á að frumvarpið frjálsa flæði myndi ná í gegn og margir stjórnmálamenn þá sáu þessir aðilar trillt tækifæri í því að geta keyrt niður laun. Ég ætla alls ekki að saka samtök atvinnulífsins eða aðra það að hafa stuðlað því að það væri verið að svína síðan á fólkinu en þetta partí eins og þú talar það var bara orðið svo stjórnlaust að misnokkunin á þessu fólki á þessum fyrstu árum hún var algjörlega taumlaus og græðgin hún var líka botnlaus. Þarna sáu menn mikið tækifæri að ráðast í ótrúlegustu verk buðu hér í hinar og þessar framkvæmdir því að það var mikill uppgangur á þessum árum var að undirbjóða verk á grundvelli þess að þeir voru með afar ódýrt vinnuafl í höndunum og það var ekki góðmennskunni einni saman þegar að fólk sagði hér við viljum frjálst flæði
það var ekki að góðmennskunni, nei, það var að græðgin sem að réði þar för að geta fengið allt þetta vinnuafl inn á skömmum tíma til þess að geta keyrt niður markaðslaunin og síðan fór þetta á versta veg sem við mögulega gátum hugsað okkur að það var að þetta fólk sem að stóð varnarlaust, kunni ekki tungumálið, þekkti ekki réttindi sín, það var verið að misnota það í stórum stíl. Og hugsið ykkur þegar að koma hingað á þessum árum, ég minnir að toppurinn hafi verið 25.000 manns. Við vorum ekki með húsnæði handa þessu fólki. Og hvað slökkviliðið og lögreglan lentu í fjölmörgum atvikum og það er ekki ennþá búið að greiða þessu tækið eftir. Það er fullt af erlendum fólki, reyndar Íslendingum líka, en langstæðstu hlutina er erlend farandverkafólk sem er í ósamþykktum iðnaðarhúsnæðum, þar sem að brunavarnir og flóttaleiðir og annað slíkt eru verulega ábótavant og ég veit að slökkviliðið, sérstaklega höfuðborgarsvæðinu sem hefur verið að taka út þessi húsnæði, það stendur í raun og veru ráðþrota því að ef það vísar fólkinu út, þá er þetta fólk á götunni og síðan er það þetta sem að við höfum gagnrýnt líka mikið í verkalýðshreyfingunni og höfum beðið löggjafanum að skerpa lögin á. Það er samspil á ráðningar samningi við vinnuveitanda og húsnæði. Ég fór með mál inn í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem að pólskur aðili var sagt upp störfum, beðinn að tæma herbergið sitt daginn eftir. Hann hafði samband við okkur bara með töskuna sína eina saman, hann var húsnæðislaus. Hans mál endaði þannig að við unnum það mál fyrir Héraðsdómi, reyndar gerðum við alvarlegar athugasemdir í þeirri stefnu við ráðningarsambandi og vildum meina að hann hefði ekki haft heimild til að segja honum leigunni upp samhliða vinnunni. En þessi maður stóð bara þannig að hann stóð á götunni vegna þess að sambandið á milli húsnæðis og vinnunar hékk algjörlega saman hjá honum og vinnur hans sem að bjó á höfuðborgarsvæðinu kom hingað upp yfir og náði í hann og ég held að hann hafi verið hér í einhvern halva mánuð eftir þetta og fór svo til síns heima og ég minnist að það þurfti að taka vitnisburðurinn hans var í gegnum Skype þegar við fluttum málið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og við unnum málið að hluta til, hann fekk allan sinn uppsagnarfrest greiddan en þetta eru bara svona, þetta ekkert gamalt mál, þetta kannski 2 ára gamalt mál, við erum ennþá að standa í svona málum. Og þá langar mig að tala eins hnattvæðinguna og þetta náttúrulega við erum að tala hnattvæðingu í íslensku vinnumarkaði. Sumir fóru svo ofboðslega fögrum orðum hnattvæðinguna og mér minnist að við vorum að tala Óla Ragnar áðan og útrásarvíkingana að á sínum tíma þegar að þetta kom fram fyrst, þessi hnattvæðing, að þá talaði hann hana með stjörnur í augunum og talaði alþjóðaþorpið, ég gleymi þess ekki. En þá langar mig að spyrja þig til dæmis núna og ég rauninni ykkur báða Aðalsteinn, hvaða skoðun hefur þú á hnattvæðingunni þegar kemur að vinnumarkaðinu? Það náttúrulega fyrir allt eftir hvernig hún lítur á þessa hnattvæðingu. Ef að menn eru með regluverkið í lagi, ef að það er í lagi og menn fylgja því eftir og með eftirliti og innviðin eru það sterkir geti tekist á við það, þá má vel vera að menn þurfi ekki að óttast neitt en ég óttast alltaf að það er alltaf eins og vorum að lýsa hér áðan að löggjafinn hefur klikkað og maður treystir honum ekki og það er bara þannig að það er svo margir sem tala fyrir þessu frelsi, ótakmarkuðu frelsi og menn er náttúrulega geta gert það sem þeir vilja og þá komum við alltaf inn á þetta. Fyrir viku síðan hlustaði ég á einn atvinnurekanda í þætti á Bylgjunni þar sem var að tala hækkandi vöruverð á Íslandi og þá kom fram í hans máli sem vakti athygli mína en það var ágætt hann sagði þetta en ekki ég að það væri bara þannig núna út í Evrópu, það væri ekki aðgengja sama ódýra vinnuaflinu sem að menn hefðu haft
sem menn hefur geta farið bæði nánast til Afríku eða til Austur-Evrópu og náði ódýrt vinnuafl sem vinna að framleiðslu störfum í Evrópu, en nú hefðu menn ekki sama aðgang menn hefðu haft út af COVID. Nú að treysta meira á heimamenn í þessum löndum og þá væri bara færu launin upp. Og þess vegna væri varan dýrari sem væri að koma núna frá Evrópu til Íslands og var þá að verja hækkun og vöruverðu öðru. Og þetta svona hnattvæðing og þetta svona þessi þætti sem maður óttast og hefur áhyggjur af. Já, nú hafa alþjóðasamtök verkalýðsfélaga fleiri en eitt og fleiri en 2 sennilega lýst yfir gríðarlegum áhyggjum af þeirri þróun sem hefur orðið á vinnumarkaði út í hinum stóra heimi og vegna þess hvernig þetta hefur komið út. Það er að segja fyrirtækin flytja starfsemi sína þar sem að vinnuaflið er ódýrast, mönnum er þrælkað út og verkalýðshreyfingin hefur á alþjóðavísu hún hefur veikst alveg gríðarlega og mönnum er hótað eða þeir vilja vera í verkalýðsfélagi og sagt bara, heyrðu, ef þú ætlar í verkalýðsfélagi þá bara færð þú enga vinnu hér. Og svo framvegis og svo er þessi þrælkun og vinnuþrælkun og brot á launaþjófnaður og önnur brot eins og við erum búin að fjalla hérna. Þetta er ekki fögur lýsing, þetta er ekki fagur lýsing og þetta er ekki þessi glamúrlýsing sem menn tala gjarnan þegar þeir tala hnattvæðinguna, Vilhjálmur. Nei, ég er alveg sammála því og ég deili áhyggjum kollega okkar á Norðurlöndunum og víðar sem hafa verið að lýsa yfir þessum áhyggjum. Enda hafa þessi lönd lent í gríðarlegum vandræðum vegna þess hvernig þessi mál hafa þróast þar. Við erum kannski betur í sveit sett ef að þannig orðið komast vegna þess að við erum eyja, þannig að við eigum að geta haft betri stjórn á þessu þótt að það hef ekki gerst hingað til, en gleymum ekki einu að allur þessi fjöldi sem að hingað hefur komið og það eru núna takið eftir, það eru tæplega 40.000 manns erlendir starfsmenn á íslensku vinnumarkaði og það eru upp undir 200.000 manns á íslensku vinnumarkaði. Við höfum þurft á þessu fólki að halda til að knýja áfram hagkerfi í landsins ef að þannig má orðið komast. Við getum tekið ferðaþjónustuna sem dæmi. Hvar haldið þið að hún væri ef að þetta fólk hefði ekki notið við að ganga í þessi störf sem að þar eru, líka í fiskvinnslunni og miklu víðar. Þetta hefur hjálpað okkur, en ég tek þá undir það sem Aðalsteinn var að segja áðan, sem er algjört lykilatriði að þegar svona hnattvæðingu er að ræða, þá verður löggjafinn með öllum tiltæku ráðum að koma í veg fyrir hverja þær leiðir sem að óprúttnir aðilar geta verið að misnota og hlunnfara þetta fólk. Já, en Vilhjálmur, hefur löggjafinn og þeir sem stjórna þessum löndum, þeir sem eiga peningana og fara með völdin, hafa nokkurn áhuga á því að gera þetta sem þú veist? Þarna hittur naglan á höfuðið. Það er ekki vilji. Það er ekki nægur vilji til þess að vera snöggir til að koma hér með löggjöf til að vernda við erum átt okkur einu. Það er ekki bara verið að vernda erlenda fólkið fyrir því að vera hlunnfarið og annars slíkt. Það er líka verið að vernda íslenskan vinnumarkað, það er líka verið að vernda íslenskt launafólk, þar sem að við lentum í, eins og ég nefndi hér fyrir í okkar spjalli, að markaðslaunin okkar þau féllu bara 20-30% á mjög skömmum tíma vegna þess að þessir græðgispunkar, fyrirgefiði aftur ég noti þetta orðbragð, sáu sér hag í því að geta fengið ódýrt vinnuafl á kostnað þeirra markaðslauna sem að voru í gildi. Þetta hafði verulegar afleiðingar líka fyrir Íslendingana sem að voru á vinnumarkaðnum þegar að voru komin 25.000
erlendi starfsmenn inn á íslenska vinnumarkaði sem að keyrðu niður markaðslaunakerfið okkar. Þannig að það ein ástæðan fyrir því líka að núna frá 2010 hefur verkalýðshreyfingin þurft að beina spjótum sínum að lágmarks högstólum á íslensku vinnumarkaði, að lágmarks laununum, leggja áherslu á því að ná þeim betur upp vegna þess að þetta voru yfirleitt bara launataxtar sem voru til viðmunar, sem að engin Íslendingur í raun og veru var tilbúin til að vinna á öðruvísi heldur en að fá þá einhverja viðbótar greiðslur ofan að fá launataxta. Þegar erlenda fólki kemur inn, þá það bara sett á berstrípaða taxtana í besta falli, en margir hverjir fengu ekki einu sinni lágmarkstaxtana. En löggjöfin brást, samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð og allir þessir ágætu herrar, þeim leiðist ekki þó að löggjöfin sé ekki nægilega skýr í þessum efnum, en það máttur verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins gríðarlega sterkur ef það samtakamáttur þessara beggja aðila að óska eftir því að þurfa að herða einhverja löggjöf. Ef að báðir aðilar eru sammála, þá mjög erfitt fyrir Alþingi Íslendinga að vera á móti því ef aðilar vinnumarkaðarins eru sammála. En í öllum þessum málum, eins og til dæmis févítismálunum sem við erum að berjast í núna, tómlætismálunum, fólk að tapa launakröfum vegna þess að það áttaði sig ekki á því að var verið að stela á því eða brjóta á því. Ef að samtök atvinnulífsins væri okkur sammála og myndi segja við löggjafann, við skulum bara hjálpa ykkur í því að smíða hér lagafrumvarp til að koma í veg fyrir þetta, þá væri hægt að keyra svona mál í gegn á mjög skömmum tíma. En þannig bara hagsmuna árekstrar, þeir að verja atvinnurekendur og reyna að hámarka hagnað þessara fyrirtækja, en við erum í því að verja okkar félagsmenn með kjaft og klóm. En sko Aðalsteinn, þegar að kerfið svona eins og við erum að lýsa hér að það í rauninni þeir sem eiga fjármagnið, fyrirtækja eigendur, stór fjölþjóðafyrirtæki og þeir sem fara með völdin í rauninni, meðan þeir hafa engan áhuga á því að laga kjör þessa fólks, vegna þess að ef þeir gera það, þá náttúrulega geta þeir ekki borgað lengur mjög lág laun og geta ekki grætt nógu mikið á vinnuaflinu. Þá tómt málum að tala, nokkuð hægt að gera, verður ekki alltaf bara einhver hallarsleg hænuskref sem að menn fara áfram í einhverju réttindabaráttu, ef að í rauninni engin vilji þeirra sem stjórna heiminum og hafa grætt mestan hnattvæðingunni í gegnum frjálsa fjármagnsflutninga, það nokkuð hægt að gera í málunum? Þetta bara ekki eitthvað svona smotterí sem gerist? Nei, ég bara svo mikið baráttumaður að það ekki fyrir mér að gefast upp. Það bara þannig að ég veit það að bara að halda áfram að berjast, og ég veit bara því við erum saman í þætti á félagi Vilhjálmur að við höfum oft myndað bandalag til þess að reyna að hafa hér áhrif varðandi kjör fólks á Íslandi, og ég vil nú meina að það hafi bara skilað mjög góðum árangur, og ég viss um það að kjör á Íslandi og almennu verkafólki væri ekkert endilega þau í dag sem þeir eru, nema út af því að það hafa verið raddir sem hafa svona keyrt þetta upp, keyrt áfram, jafnvel eins og gerist hér fyrir nokkrum árum þegar við félagarnir skorum að verkafólk á Íslandi að fella kjarasamninga, því við töldum að vera meira í boði og þeir voru felldir. Þvert á andstöðu við Alþýðusamband Íslands, fjöldahreyfingu sem 100.000 manna hreyfing, að þá hvöttu til þess að menn myndu fella þetta, og menn íslensk alþýða felldi samningan og fékk betri samninga, og þannig að ég vil meina það að við höldum okkar bara áfram með að berjast, en svo eins og þú segir, það alveg hárrétt að þér allt sem segir, en varðandi hnattvæðingun, þá kannski lítur hún aðeins öðru út, kannski fyrir okkur og með aðra, því að við erum eiland og allt það, en með svona sterkara regluverk, en við hins vegar erum með bullandi spillingu í okkar þjóðfélagi og alls konar ógeð, og bara fréttir í kvöld varðandi dómstóla og hvernig dómsmálaráðherra haga sér, það annar mál, að við erum alltaf að lenda í þessu, og líka þegar ég segja menn að tala í kross það er þannig með ferðaþjónustunni í Íslandi sem búin að vera eiga fjölmiðla undanförnum árum, tala mikinn hagnað og hvað ferðaþjónustan sé að skila miklu gjaldeyri fyrir íslenska þjóð, og þetta syngur í eyrunum okkar alla daga, og þetta bara komið fram úr sjávarútvegi og iðnaði og öllu öðru sem
mjög sérstakt og ef við bara skoðum þetta þá þetta mínum að ekki svona og við sjáum svo að skiptbroti sem verður núna en þeir líka tala þetta varandi Mentalicross þá það með tala velgengni ferðaþjónustunni gegnum tíðina en menn átta sig ekki alltaf á því að lægstu taxtar á Íslandi á Íslandi samkvæmt íslensku kjarasamningum eru taxtar fyrir starfsfólki ferðaþjónustu. Lægstu 3 launaflokkarnir á Íslandi eru fyrir starfsfólki ferðaþjónustu. Sá sem landbúnaðarverkamaður hjá fátækum sauðfjárbónda þarf að fæ greitt eftir launaflokk 10 meðan að þeir sem eru í ferðaþjónustunni fá það eftir 4., 5. og 7. Flestir eru í 5. Því það er búið að taka hina sem voru rosalega léleg, 1. launaflokk, 2. launaflokk og 3. launaflokk, það er búið að fella á að gilda þegar voru svo léleg. Eftir stendur 4. flokkur sem lægstur og þannig verið að keyra íslensku ferðaþjónustu á þessum töxtum. Og þeir kvarta, og það ekkert langt síðan þeir kvartu yfir því að þetta væri allt of mikið og hvort það væri geta laga þetta með því að hætta að greiða yfirvinnukaup ef maður verið kallaður út á aukavaktir, það mætti bara borga svona einhvern vaktaálag. Þetta nú svona til viðbótar. Þetta er atvinnugreinin okkar flotta sem má að berga öllu á Íslandi en svo að keyra á þessum lélegustu launum á Íslandi. Ok, sko, þið eru að lýsa þessu hvernig þetta og hvað raun og veru erfitt, en maður samt skynjar það að grundvallaratriði í þessu að auka vald verkalýðshreyfingarinnar. Og nú ætla ég að enda þennan þátt og hlakka til að heyri ykkur. Hvað á að gera til að auka vald verkalýðshreyfingarinnar, Vilhjálmur? Já, hvað á að gera? Við erum þó allavega stödd á þeim stað að 90% launafólks í stéttarfélögum. Á Norðurlöndunum þetta í frjálsu falli og mörg Norðurlöndalönd eru komið núna með 50% þátttöku. Það vegna þess fyrst og fremst að verkalýðshreyfingin á Norðurlöndunum orðið svo miðstýrð, þau eru ekki að gera kjarasamninga og ég held að fólki sé að missa trúna á því þar. Ég vil ekki hugsa það til enda hvar við stæðum á íslensku vinnumarkaði ef við hefðum ekki öfluga verkalýðshreyfingu til að bakka upp fólkið okkar. Ég skrifaði nú grein inn á Vísir þar sem ég fer yfir það að frá því að ég tók við sem formaður í mínu stéttarfélagi að þá hefur verkalýðsfélag Akraness innheimt vegna kjarasamningsbrota rétt tæpan 1 milljarð króna. Þetta eru allt mál sem eru til þess fallin að fólkið hefur reynt að fá sín laun greidd en atvinnurekandinn hefur neitað að greiða. Þetta 1 milljarður á 16-17 árum sem Vilhjálmur, þetta náttúrulega mikill árangur en þú ert ekki að svara spurningunni. Þú ert að spyrja mig hvernig hvernig ég að spyrja þig, hvað telur þú að þurfa að gera til að auka vald verkalýðshreyfingarinnar, til dæmis að það verði ekki þannig ástand í ferðaþjónustu eins og aðalstéttin að lýsa áðan, þar sem menn eru endalaust á þjóstunum. Hvernig viltu auka vald verkalýðshreyfingarinnar? Vald verkalýðshreyfingarinnar svo mikið að það ekki að segja frá því ef þið rétt beitt. Þeir sem að heyra undir Alþýðusamband Íslands eru 120.000 manns og með samtakamætti verkalýðshreyfingarinnar við að knýja fram réttlætismál, knýja þau fram og ef við þurfum að nota til þess verkfallsvopnið okkar eða annars líkt, þá þurfum við að gera það. Ef þú ert að ýja því hvort að verkalýðshreyfingin þurfa að vera meiri þáttakandi í pólitíkinni, inn á Alþingi, þá eru bara skiptar skoðanir það. Nei, ég ekki endilega ýja því. Ég bara að fá þína skoðun. Já, mín skoðun svo og ég hef alltaf sagt það og það mín persónlega skoðun að ég lít á það að forystumaður í stéttarfélagi eigi ekki að vera háður einhverjum einum ákveðnum stjórnmálaflokki, heldur vera tilbúin til að gagnrýna alla flokka og styðja öll málefni sem að lúta hagsmunum launafólks á hverjum tíma fyrir sig. Þetta mín skoðun. Ég hræðist það innilega að ef maður orðin eyrnamerktur einhverjum einum ákveðnum stjórnmálaflokki og hann kemst síðan til valda, þá ertu orðin dálítið svona komin á undarlegan stað ef að þannig má orðið komast.
ef þú ert orðin opinberlegur stuðningsmaður einhverju ákveðin stjórnmálaflokks og ert að berjast fyrir einhverju málefnum, svo allt í einu hugnast þér ekki hvernig flokkurinn sem að þú tilheyrir að standa sig, en þú veigraði við því að gagnrýna. Ég er á því, en það ekki allir með sammála í þessu. Meiri sig hafa sumir sagt að forystumenn í stéttarfélögunum og fólk inn í verkalýðshreyfingunni eigi jafnvel að fara fram og fara inn á Alþingi og taka slaginn þar. Það bara skipta skoðanir inn á okkar raða hvað þetta varðar. Já, Aðalsteinn, hvað segir þú? Hvernig ná að auka vald verkalýðshreyfingarinnar svo ástandi eins og þú varst að lýsa sjálfur áðan breytist? Sko, fyrsta lagi að grasrótin. Ég vil hafa almenna félagsmenn í stéttarfélögunum miklu virkari, miklu ákveðnari, sækja fundi, vera með þrýstinga á sína formenn, stjórnir stéttarfélaga, stjórnir heildarsamtaka verkafólks, miklu meiri kraft þar. Ég vil hafa meiri endurnýjun og það sést þetta komið frá mér því ég búin að helga mitt líf verkalýðsbaráttu og kosin trúnaðarmaður snemma og það var skorað að gefa kost á mér sem komandi úr fiskvinnslu og svona úr þessari grasrót að hafa kynst þessu brauðstriti og ég vil hafa miklu meiri endurnýjun innan hreyfingarinnar. Ég vil reyna að auka á sjálfstæði félagana, ég hafna alfarið, Vilhjálmur gerði það. Sjálfstæði félagana til þess að semja. Nú eru öfl í þjóðfélaginu sem að vinna því að taka innleiða saleik. Þannig að þá svona verið að færa völdin frá hinum almennu félagsmönnum og stéttarfélögunum yfir á eitthvað svona embættismannakerfi sem á bara vera svona eins og mæðrastigsnefnd. Það bara þú fær þetta og einhver annar fær þetta. Ég ekki að gera lítið mæðrastigsnefnd sem gera góða hluti. Ég bara segja það að það svona meira á bara fólki á ekki að hafa neitt þetta að segja eða miklu minna en það hefur verið. Já, löggjafinn þarf að vera í lagi, valdi pólitíkina. Það bara þannig að það alveg full þörf á því að fólk sem verkalýðssinna að vera að starfa fyrir stéttarfélögin, hvort sem það þarf ekki endilega að vera formennirnir, það getur verið varaformenn, stjórnarmenn eða aðrir. Við þurfum að fjölga þessu fólki til muna inn á þingi. Sjónarmið, verkafólks, öryrkja, aldraðra sem telja 20.000, það fer lítið sem ekkert fyrir þessum sjónarmiðum á Alþingi. Flokkar sem að hafa kennt sig við það að vera svona til vinstri, ég verð ekki var við það hvort að ég sé ekki endilega þegar ég að hlusta á þessa leiðtoga, hvort sem það frá Vinstri grænum, Samfylkingunni eða hverjum sem framsóknarmönnum eða Sjálfstæðisflokknum með hvernig þetta ég ekki alltaf að greina í hvað flokki þetta fólk sem að tala á þingi og þannig að við þurfum að breyta þessu umhverfi og fá meira að þessu fólki inn á þingi að mínum mati, þannig að það fullt sem þarf að gera eins og heyrir. Já, þá komið að lokum þáttarins og ég þakka ykkur Vilhjálmur og Aðalsteinn fyrir ákaflega upplýsandi og góðar umræður og ég hef orðið margs vísari. Nú sem sagt ætla ég að minna á að á morgun eru þættir hér á Samstöðinni. Ég með þetta skrifað að það öryrkjaráðið klukkan 3 og hinn Reykjavík klukkan 5 og síðan rauðaborðið að venju klukkan 8. Alla þessa þætti má sjá beint á Facebook síðu Samstöðurinnar, Samstöðin og YouTube og svo þegar þáttunum lokið á samstöðin.is. En ég kveð að sinni og næsta fimmtudag þá verður mikið fjör á kaffstofunni því að þá ætla ég að fá hingað til mín fólk sem ég vil meina sé í landsliði verkalýðshreyfingarinnar og það að sjálfsögðu þessi menn sem eru hér, bæði Vilhjálmur og Aðalsteinn og fleiri sem koma og þetta verður fjör í þessum þætti. Ég hvet ykkur til þess að missa ekki af honum. En sæl að sinni og takk fyrir. Takk.